Góðan daginn, ég er komin hérna fyrir utan Hress. Ég ætla að henda mér á æfingu. Byrjum með hann gullfallega, yndislega dag. Þá erum við komin hérna fyrir utan Hress. Ég ætla að fara að taka æfingu og ég hvet ykkur í því ef þið hafið áhuga á því að finna góða líkamsræktarstöð, þá kíkið á Hress. Ég ætla að henda mér á æfingu. Þá er ég búinn á æfingu og nú ætla ég að sjóða mér egg. Ég ætla að sjóða mér ekki alveg öll eggin, en einhver hluta vegna er ég farin að finna soðin egg ótrúlega góð, eiginlega bara betri en að búa til omelettu. Þá bara basically borða þetta bara svona soðin egg. Ég er farin að hallast að því núna að það er svona nýja uppáhaldið mitt, þannig að ég ætla að sýna ykkur eitt lifehack. Nú er ég auðvitað búinn að setja vatn hérna og ég þarf að koma eggjunum onni, og ef þú setur heldur á egginu og setur það niður, þá er svo mikla líkur á því að þú brýtur eggið. En veit ég ekki hvernig ég á að taka þetta upp út af því að þrífóturinn sem ég nota er í bílnum og Anita var að fara á einhvern fund og er að fara í Birgisson varðandi flísarnar. Við ætlum að halda, með flísarnar, við ætlum að halda þessum lit. Ég man ekki hvort ég var búinn að sýna ykkur það, en þetta er svona nei, þetta er ekki svona litin. Ég get sýnt þér á eftir. Og hérna, við ætlum að taka aðeins minni stærð. Við tókum 60x60 sem það er alltaf stórt. Það er asnalega stórt. Þannig að við ætlum að taka bara einhverja minni tegund og svo hérna förum við að flísaleggja heima. Það verður eitthvað maður. En hérna, ég ætla að reyna að finna einhverja leið sem ég get tekið þetta upp hérna án þess að fokka þessu upp. Gerst svona og setja eggið í skeiðina og ég þarf að halda, þetta er svo erfitt maður. Þá setja ég eggið hérna í skeiðina, held á egginu, setja hérna onni og svona leyfi því að detta onni. Og ég geri þetta við öll eggin og þá setja ég rólega niður og sérstaklega vatnið er orðið heitt fyrir og svo setur eggin í. Þá ertu ekki að brenna puttana og ertu ekki að brjóta það og eitthvað blablabla. Það eru komin 5 onni, ég ætla að sjóða þau og gæti verið við áttum eggjaskera, en einhverjum þetta vegna veit ég ekki alveg nákvæmlega hvar eggjaskerin er, en það kemur í ljós. Ég ætla að fann hann ekki seinast þegar ég gerði þetta. Það er mega gott að vera með, svona hollt brauð. Ég veit að ég á að reyna að losna við brauðið, en að vera með hollt brauð og setja egg ofan á og það er svo gott sko. Út af því að ég er akkurat í þeim gír núna, mér langar í þannig egg. En þá erum við búin að sjóða eggin. Nú ætla ég að koma aðeins að éta þau og aðeins að vinna í heimasíðunni. Og það er bara eina sem við erum að vera að gera núna sko. Þannig að þá er Anita að koma, hún er akkurat þarna og ég er að fara á lagerinn hjá Birgisson og við erum að fara að ná í flísar og Anita bara gekk frá þessu. Hún fór bara niður í Birgisson og náði þessu í flísar. Ég þurfti að vera heim út af að Benjamin er ennþá lúllandi. Þannig að Anita kom með Baltasar, ég ætla að skjótast í Birgisson, ná í þessar flísar og við bara sjáumst í Birgisson. Hæ! Elsku kallinn. Frá mér líka svona. Þá ætla ég að skjótast í Birgisson. Þá erum við komin inn á lagerinn og við erum að ná í flísarnar. Helvíti fínt maður, helvíti fínt. Þá erum við komin heim, flísarnar eru komnar heim og það er líta svona út. Eins og við sjáum þá lítur þetta er svipum búr og parkettið sjálft.
Þannig að næstu daga þá munum við fara að henda þessu niður og ótrúlega góð þjónusta hjá Birgisson. Bara vil þakka æðislega fyrir, bara eins og alltaf, bara topp þjónusta. Herðu, þá eru krakkarnir búin að fá sér að borða. Ég og Anita búin að fá okkur að borða. Baltasar er náður að fara að lúlla. Ég þarf að taka þessu spjaldtölu á honum. Hann felur hana, greinilega. Það hún var hérna í sófanum rétt á hann. Já, þannig að við erum að fara að svæfa Benjamin, Baltasar og svo ætlum við að fara að leggja okkur líka. Þannig að ég er að íhuga bara enda þetta í dag, bara takk æðislega fyrir að horfa. Mundu, þú ert frábær, þú getur gert allt sem þú vilt. Njóta lífsins, takk fyrir mig. Bye bye.